Já, komið sæl og blessuð. Við höfum ekki alveg yfirgefið jarðelda áhuga samstöðarinnar. Þegar gos stóðu hér sem hæst og umhleypingar Grindvíkinga voru hvað mestar, þá var hér eiginlega bara dagleg dagskrá. Og það er ekkert langt síðan við fengum Grindvíkinga í heimsókn sem eru ósáttir við að þeirra frjálsræði og ferðafrelsi hafi verið skert með þeim hætti sem það hefur verið gert. En það er líka bara mjög margt sem er áhugavert við öll þessi eldgos. Menn eru kannski ekki alveg sammála það hvort þetta er sami viðburðurinn eða tveir viðburðir. En gosið sem nú stendur yfir er 9. gosið ef við lítum á þetta sem sama viðburð frá fyrsta eldgosinu við Fagradalsfjall sem var 19. mars 2021. Og þennan daginn skilst okkur að enn gjósi úr 2 gosopum. Margir hafa verið að ræða túristafaktorinn í tengslum við þetta gos núna. Hvort við höfum aftur von á því að ferðamenn geti notið þessara undra í meira návígi en verið hefur. En dökka hliðin á þessu er líka hérna mörgum hugstæð. En Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur, velkomin til okkar. Já, góðan daginn. Ég ætla nú bara svona að byrja á því að spyrja þig sko, vegna þess að þú heyrðir mig kannski inngangnum tala að það var einhver vafi á því hvort þetta væri allt sami viðburðurinn eða 2 ólíkir viðburðir. Annars vegar þessi eldgos við Fagradalsfjall og hins vegar Sundhnúka eldgosin. Lítur á þetta sem einn viðburð? Nei, hvert eldgos náttúrulega er viðburður út af fyrir sig. Já. En svo ef við viljum reyna að skoða þetta aðeins og greina þetta aðeins nánar, að þá er eitt sem er tóldi augljóst, að Fagradalsfjalls eldarnir, þeir voru á einni gosrein sem gengur hérna í gegnum Fagradalsfjallið og í áttina Keili. Já. En Sundhnúkseldarnir, þeir eru þarna á þessari rein sem liggur frá Hagafellinu og alveg rétt norður fyrir litla Skógfell. Þannig að þetta eru 2 mismunandi gosreinar. Já. Og hvað þýðir það í raun og veru? Þess að gosrásin sem kemur með kvikuna upp frá geimslóðunum, hvað svo sem það er, þetta eru 2 mismunandi gosrásir. Þannig að það er ein undir Fagradalsfjalli og önnur undir Sundhnúk, það er Sundhnúka reininni. Og hvað þýðir það? Það er einn mjög stór geimir, kvikur geimir hérna niðri, allavega bendar rannsóknir til þess. Og kvikurnar sem koma hvort tveggja þessara elda koma úr þessum stóra geimi upphaflega. En í tilfelli Fagradalsfjalls, þá kemur það beint upp. Já. Bara upp úr geiminum og alla leið til yfirborðs. En í tilfelli Sundhnúkselda, að þá er kvikarinn fyrir fyrst inn í grinnra geimsluhól sem hefur verið undir Svartsengi hingað til. Já. Og síðan hefur hún setið aðeins þar í einhverjar vikur og síðan hefur hún náð að þróast sem að þýðir raunverkt að hún hefur náð að létta sér nægilega mikið til þess að geta haldið áfram leið sinni upp til yfirborðs og kemur þá upp í þessum gosum sem við höfum verið að sjá á Sundhnúksreininni. Og breytir þetta ferli eitt og sér efnasamsetningu kvikunar? Já, þetta ferli sem gerir að þú verður þróaður að vera lægri í efnum eins og magnesíum og hærri í efnum eins og kali og títan. Já. Þannig að við erum að tala 2 mismunandi gosrásir í raun og veru eða leiðir kviku upp til yfirborðs. Kannski einfaldar að segja þannig. Já. Og bara út frá því, þó að þetta komi úr sama stóra geiminum handa niðri, að þá er þetta raun og veru 2 mismunandi atburðir því að þeir eru á 2 mismunandi gosreinum. Já. Áður en ég spyr þig svona stærstu spurningar hennar í þessu viðtali og kannski er ástæða þess að ég baði að koma, sem er spurningin hvort við sjáum núna fram á einhverjar mögulega varanlegar breytingar á þessu ferli. En áður en við förum þangað, þá langar mig að spyrja þig aðeins út í gasmengunina. Er hún svona það sem er helst að stríða okkur sem stendur?
Fyrir utan þetta augljósu hættuna sem að stafa af hraunflæðinu, þannig að það gæti náð einhverjum innviðum sem að skipta okkur máli. Já, það er ennþá mögulegt. Já, það er alveg inn í myndinni, og kannski núna hefur það breyst þannig að það er hættan er frekar í átt að Reykjanesbraut og því sem á norðanverðum Reykjanesskaganum, þá Vogum og því svæði. Já, þér finnst það ennþá alveg bara raunhafi möguleiki að þetta eldgos sem nú stendur yfir, það geti orðið til vandræða í þeim efnum? Já, það er, hvað hraunflæðið var það. Þetta hraunið er kannski ekki nema 3 kílómetra frá Reykjanesbraut. Einmitt. Og ef þetta heldur áfram, ef gosin er að halda áfram, þá náttúrulega endar með því að það hraun nær Reykjanesbrautin rétt eins og horfðum á hraunin í Fagradalsfjalli, það var alltaf nálgast Suðurstrandarveg. Náði ekki allarleið þangað niður eftir því að stóð ekki nægilega lengi. Akkurat. Þannig að þetta er spurningu hversu lengi gosið stendur, því fyrr sem það hættir því minni líkur eru að þetta tegi sig þangað niður eftir. Og ef við fáum nýtt gos og þá hugsanlega verður það á svipuðum slóðum og þá bara spurning hvað upphafsfasin gerir og síðan hvernig það eldgos þróast í framhald af því, hvort að það verður hættulegt fyrir þessa innviði eins og Reykjanesbraut og Vogana. En mengunin, hún er kannski það sem að við þurfum að gefa dálítið góðan gaum og fylgjast dálítið vel með, því hún er skeinuhætt. Og það er ekki bara brennisteinsdíoxíðmengunin. Það sem að gerist í svona eldgosi þegar að kvikan kemur upp til yfirborðs, þá fer hún að raun og veru svona að afgassast, eins og við köllum, þá fara losna gösin úr bráðinni og þau fara mynda gasbólur og þessar gasbólur keyra kvikustrókana og síðan sjáum við gosmökkin rísa upp af kvikustrókunum og það er mestmegnis gas og það er það sem veldur mengun. Og hann eitrað helvíti. Já, og það er þegar það losnar úr kvikunni þá er brennisteinninn í þessum gosum yfirleitt á formunu brennisteinsdíoxíð eða SO2. En það er líka í andrúmslofti, þá erum við náttúrulega með, eins og við vitum, við erum með vatnsgufur og annað, eða vatn sem er í andrúmsloftinu og það hvarfast við þetta brennisteinsdíoxíð og myndar þannig brennisteinssýruagnir. Og það er þessi blámóða sem kemur frá þessum gosum. Þær eru djöfulegar hverju? Segir sér brennisteinssýra eins og klórsýra og flúorsýra og annað er hættulegt efni fyrir okkur. Augu, lungu? Já, getur brennt augu og lungu og getur valdið, ef það er í nægilega magni, getur valdið dauða og brennisteinssýran er mörgu sem skaðlegri heldur en brennisteinsdíoxíð. Já. Og þessi móða, hún getur líka verið töluverðan tíma í andrúmsloftinu og þegar í svona gosum það sem auðvitað setja gosmökkur nær kannski í nokkra kílómetra upp í loftið, þá getur brennisteinsmóðan verið í nokkra daga, jafnvel í nokkra vikur í andrúmsloftinu áður en hún fellur út. Dugar þessi vá sem gæti orðið og fylgir loftmengun þessa eldgos, dugar hún ein og sér til þess að útiloka það að gosi sem nú stendur yfir verði túristagos, að við sem að hleypa fólki nálægt í, bara ef vindátt breytist þá? Það getur verið, það er sérstaklega, þetta hefur dregið verulega úr gosinu, þannig að þá láttalega minnkar gasmengunin. Já. En þetta virðist vera dálítið gasríkt gos, þannig að það er meiri gasmengun í tengslu við þetta heldur en það sem við séð áður. Já, er það? Já, svona, bara, ég hef ekki neina tölur um það, það er bara horfir á það svona og þetta var, kvikustrókarnir voru öflur í byrjun og það hélt aflinu lengur. Þannig í loftmengunarlegu tilliti þá er þetta mögulega varasamasta gosið sem hefur komið? Já, ég myndi halda það. Já. Og það er líka, og svo þegar vindar leggja hérna yfir og það náttúrulega fólk býr ennþá í Vogum, býr ennþá í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og býr ennþá á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Við höfum rýnt Grindavík, þannig að þegar að gosin voru nær Grindavík og mengunni lagðist inn yfir Grindavík, þá var það kannski minna áhyggjuefni heldur en er núna vegna þess að það er fleira fólk sem getur orðið fyrir þessu. Og svo er spurningi bara hversu langvarandi þetta gos verður og hversu langvarandi mengunin er. Já.
En eins og ég segi, hún slæm og bara svona sem dæmi, bara til að sýna hvað þetta getur gert. Ekki það að við séum að fara að fá þessa sviðsmynd upp í þessum gosum. En 1783, að þá, það var mikil brennisteinsmóða og við þekkjum það sem móðuharðindin, það er út af þessu að brennisteinsdíoxín kom út úr gígunum í Skaftáröldum, breyttist í brennisteinssýruagnir og myndaði þessa blámóðu eða þurra þoku eins og margir kalla það líka, sem að lagðist ekki bara yfir Ísland, heldur yfir svona efri hluta norðurkvelds frá 30 breiddargráðu alveg til póls og allar hringinn. Og olli það bæði mengunin, hún olli því að uppskerubrest var mjög víða og dauði dánatíðni, það jukust bæði í Evrópu og eins líka hér á Íslandi og búfjársdauði var mikill út af flúoreitrun og bara sem dæmi þegar Norðausturland varð fyrir svona kannski einna mestu mengunin fyrir utan Vestur-Skaftafellssýslur í þessu gosi og það var að því að móðan fór fyrst suður í haf í áttina síðan að Skotlandi og síðan upp með Noregi þar sem hún sökk líka til yfirborðs og síðan kom hún suður eftir með norðanvindum og inn á Ísland. Og sótti í sig veðrið. Já. Og bæði því brennisteinsagnirnar þær taka sér líka halda áfram að hvarfast við vatn og taka þessi vatn og það stækka. Já, þannig að ferðalagið í rauninni eflir eitrunina. Ég geri það mörgu leyti og síðan þegar þetta kemur þarna inn að þá tókum menn eftir því grasið visnaði, mjólkunýtingin í kúm og kindum datt niður, síðan fór dýrin að deyja úr flúoreitrun og það kannski það sem menn vita ekki var það að dánatíðni á meðal fólks á besta aldri á Norðausturlandi jókst verulega á þessum tíma. Var það, já? Já, þannig að hún var á pari við raun og veru dánatíðni ungbarna og eins líka aldrara. Já. Og menn hafa ekki gefið þessu mikið gaum en ég tel það að vera vegna þess að þetta fólk var að vinna úti og þessi móða, hún var viðvarandi allt sumari 1783 og fólk að anda þessu að sér. Bara tært lunguna inn? Já, svo bara smátt á smátt þá bara veikir það mótstöðuna hjá þér og þetta endaði leiti margt fólk til dauða. Já, það er nefnilega það. Þetta nú ekkert alveg ósvipað ferðalag skilst mér að það hafi verið Jóhannestur í Mývatnsveitum síðustu helgi og þar voru menn í göngum og réttum og þar sáu nú veruleg merki þessa mengun. Nákvæmlega sama ferli, bara kannski ekki alveg að sama mælikvarða. Það er nefnilega einmitt. Það er semst ekki eins mikið magn af mengun en nákvæmlega sama ferli og því að hún barst fyrst við gátum fylgst með því nú getum við fylgst með þessu á gerfitúnum og hún fór þarna fyrst suður í haf og síðan upp með Bretlandseyjum og síðan í áttina Noregi og sveigði síðan tilbaka inn til Íslands og kom inn á Norðausturlandi. Og þetta svona staðfestir þessa kannski túlkun sem við vorum með á sögulegum gögnum, hvað var það Skaftárölda? Það er nefnilega það. Þannig auka þessir viðburðir alltaf við og staðfesta þekkingu sem áður hafi. Já, þetta hjálpar okkur við að skilja betur út af hverju þessi hluti gerðust. Þetta eru ótrúlega áhugaverðir tímar, ekki satt? Þetta eru það og við þurfum náttúrulega líka að læra að lifa með þeim. Og það er ekki alltaf bara nóg að vera í viðbragði. Við þurfum að reyna að koma okkur í þann fasa að vera í svona, hvað ég að segja, byggja upp varnir, ekki endilega byggja upp varnargarða út allar til þessu, heldur bara vera tilbúin að takast á við þann vanda sem getur stafað af þessum atburðum þegar þau verða. Já, en má ég reyna að fylgja aðeins betur eftir pælingunni áðan, spurningunni hvort þér sýnist að sem sagt gasmengunin sem fylgir þessu eldgosi hún og varasöm til að við getum vænst þess að við sem elskum eldgos og viljum komast sem næst þeim til þess að horfa á þau og njóta þeirra ólíklegt að sá draumur verða veruleika vegna þessara gasmengunar? Ég veit ekki, það fer eftir hvernig við setjum dæmið upp líka og ef að allavega upphafi gosana
ef við gerum ráð fyrir að þetta gos hætti núna fljótlega og við fáum fleiri gos í viðbót, að þá myndi ég halda svona í upphafsfasanum, þá þurfum við að halda okkur dálítið frá þessu. Vegna gasmengunar, en leið og dregur úr því, þá kannski hægt að vera með að nálgast þetta, en þá verða menn að hafa hug á hvar vindar að blása og vera með þetta þannig sett upp að það auðvelt að koma fólki út. Þannig að þessi tími þar sem við getum lappað alveg upp að gígum og setið og hort á kvikustrókana úr svona handarfjallæða, þeir eru kannski farnir. Já, einmitt. Það er nefnilega það. Heyrðu, þá skulum við Þorvaldur hérna að reyna að takast á við þessa stóru spurningu sem var kannski svona megin ástæða þess að mér langaði að bjóða þér hérna að rauðaborðinu hjá okkur. Eru ekki einhverja vísbendingar það núna að það sé að verða breyting á þessum atburðum? Jú, mér finnst það kannski augljósasta vísbendingin er það náttúrulega núna sem sagt hefur gosið fært sig norður fyrir vatnaskil. Já. Og það núna gís sem sagt á þeim hluta Sundhnúka reinarinnar sem sem sagt þá norðan við þessi vatnaskil sem liggja yfir Reykjanesskaga. Og fram til þessa þá hefur virkni verið sunnan við þau og svona halla sér frekar í áttir að Grindavík frekar en eitthvað norður eftir. En það var þarna stór skjálfti upp úr 10:30 ef ég man rétt, þarna 22. ágúst. Já. Sem að virðist hafa orðið til þess að leið fyrir kviku sem sagt opnaðist þarna norður eftir. Hann var nefnilega norðan vatnaskila og síðan færði skjálftavirkni sem hún færði sig þarna norður eftir, þannig að það var greinilegt að þenslan var þar meira og minna og sama tíma dró bæði úr skjálftavirkni og virkninni á gossprungunni sem var sem sagt sunnan Stóra Skógsfell. Og það endaði með því að hún datt niður og þegar að gosi hófst þarna norðan við, þá hætti virknin á suðurhlutanum og norðurhlutin tók við og þar hefur virknin verið síðan. Þannig að það er greinilegt, þetta fyrir svona eins og ég sé það, að þarna hefur orðið veruleg breyting á gosrásinni. Já. Og mér þykir mjög líklegt að svo gosrás sem að var í gangi í fyrstu 5 gosunum, sem að liggur þarna, hvað var að segja, rétt austan við Svartsengi, liggur upp frá Svartsengi og austur upp í svona á þann stað sem rétt suðaustan við Stóra Skógsfell. Þá byrjuðu gosin alltaf þar á svona mjög stuttri gossprungu og síðan lengdist gossprunga bæði til suðurs og norðurs og opnast hún eins og blævengur í hvora átt, sko. En kvikan kemur alltaf upp á sama stað sem að mér spenda til þess að hún hafi þá verið búin að koma sér fyrir í ákveðni gosrás sem hún nýtti sér í hvert skipti til að koma upp og síðan gerist þessi skjálfti þarna og þá verðist eins og hafi lokast fyrir þessa gosrás og ný gosármynda sem að núna er þá að flytja kviku upp í gígana sem eru virkir í augnablíkinu. Þá er það stóra spurningin, sko, hvað þýðir þetta fyrir framhaldið? Mér finnst svona langlíklegasta sýnin á framtíðin er það að ef að þetta gos hættir sem við vitum ekki hvenær eða hvort það hættir í bráð og hvort ef við fáum önnur eldgos eftir þetta að þá muni þau sennilega fara þetta norður eftir sem þau nýta sér þá niðri gosarna. Þá þýðir sem er þá mjög mikil breyting á því sem hefur verið að gerast. Ef að kvikan fer úr þessu grunna geymsluhólfi og beint þarna upp í þessa gosrás sem liggur núna upp í norðurgígana að þá fáu uppafsvasan þarna fyrir norðan. Er það gott eða vont? Einföldum hætti? Það er frekar neikvæð þróun, myndi ég telja, vegna þess að þá erum við komið með eins og við höfum séð í byrjun á þessum eldgosum að það er mesti gangurinn í þeim í upphafi, fyrstu klukkustundirnar og þá flæða hraunin tiltölulega hratt frá gossprungunum og ná að breiða úr sér dálítið mikið. Og hvaða innviðir gætu verið í hættu? Þá er það náttúrulega kannski fyrst og fremst Reykjanesbrautin og Vogarnir eru þetta heldur ekki langt undan.
og það bara þá spurning sem sagt hversu öflugur þessi upphafsfasa þá ef að gos verður þarna áfram eða kemur aftur þarna fyrir norðan og hversu langt hraunin fara sko. Og eins og staðan í dag að þá eru nyrstu gígarnir, þeir eru nokkurn veginn 6 kilometra frá Reykjanesbrautinni og hraunflæði eins og það núna, það komið svona 3-4 kilometra frá Reykjanesbraut. Þannig að þetta nú ekki mikil vegalengd en hingað til í þessum umbrotum á Sundhnúkshrauninni þá höfum nú ekki fengið hraun sem eru mikið lengri heldur en 3 kilometrar. Þannig að við þyrftum að fá töluvert öflugra gos heldur en við höfum verið að sjá í upphafi til þess að upphafsfasinn færi að ógna Reykjanesbraut. En svo sem sagt svona seinni fasarnir í gosinu þegar að framleiðinu dregist niður að hversu langt þau hraunir sem það stig gossins að mynda, hversu langt þau fara hraunin, að það snýst dálítið hversu lengi stendur gosið. Og því lengur sem gosið stendur því líklega það að það búið hraun sem eru nægilega löng til þess að fara kannski yfir Reykjanesbraut. Og það ekki rétt sem bent hefur verið á og það hefur einhver áhrif í þessu núna, það svona búið að holufylla, sprungufylla allt sem að hraunið er alls konar kimar sem að hraun hefði áður runnið út í og lengir í runninni ferðalagi eða það búið að fylla þetta allt það ekki núna sem breytir að einhverju leyti hraða eða útbreiðslu hrauns eða hvað? Jú, það sko og það er kannski athyglisvert að horfa líka því styttra sem á milli gosa því auðveldara vist næsta hraun eiga með að flæða yfir fyrri hraunin sem voru mynduðust. Og þannig að þau dreifa sér meira, þannig að við erum konum með ansi stóran hraunfláka þarna fyrir norðan núna en hann þekur náttúrulega ekki alla kima og alla sprungur og annað en það þarna til ennþá en því lengur sem þetta heldur áfram því aukast líkurnar á því að hraun ná allavega þetta niður eftir. Veistu hvort almannavarnir eru í einhverju sambandi við til dæmis íbúa í Vogum? Þetta alltaf bara Grindavík sem að svona áhyggjur okkar beinast að? Ég get nú ekki talað fyrir almannavarnir þannig séð eða aðra en ég hef miklar áhyggjur af Reykjanesbraut og Vogum eins og málin að þróast núna. Og til okkur við þurfum að hugsa þann möguleika að hraun nái hérna niður eftir og við þurfum að vera tilbúin í að takast á við þá áskorun þegar hún verður og hvernig við getum og hvað við getum gert til þess að vernda þessa innvið og eins líka þá Vogana sjálfa og það er ekkert til neina að bíða hvað það varðar. Við verðum að fara að hugsa það og allt tala þetta að við þurfum ekki að hafa áhyggjur þessu og áhyggjur hinnu finnst mér vera óvarlegt tal vegna þess að þetta er möguleiki og hann kannski ekki svakalega mikla líkur á að gerist en það getur gerst og þá þurfum við að vera undirbúin. Við meðum ekki tala þetta niður. En við hættum ekki heldur gera of mikið úr því. Við meðum ekki vera óraunsæ í hvora áttina sem er. Við þurfum bara að horfa á þetta raunsæ og finnst þetta orðið að möguleika. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig framtíðin verður en við getum gert ráð fyrir því að hún getur þróast í einhverja ákveðna áttir og það er yfirleitt þegar maður er að hugsa svona hluti að þá er oft best að hugsa verstu tilfellin. Og ef við hugsaum þá verstu tilfellin í þessu dæmi sem við erum að horfa á núna, hvað getur þá gerst? Og ef það gerist, hvernig getum við þá brugðist við því? Við getum þá allavega undirbúið okkur, verið með plönin og allt það á réttu. Ertu búin að koma þessum áhyggjum þínum á framfæri við einhverja? Já, ég ræði þetta nú mjög oft og bendi á þetta. Ég er náttúrulega hluti af innviðahópnum sem að vinnur í þessu og þar kemur þetta alltaf og við leggjum þetta fram og innviðahópurinn hefur miklar áhyggjur af þessu og er fann að hugsa þessa hluti og reyna að greina þá sem sagt eftir bestu getu.
og þetta ekki bara þetta snýst ekki bara náttúrulega það sem að gerast akkurat núna. Nei. Heldur Nei. Við erum að fara í eldgosatímabil þar sem við getum búist við svona atburðum á fleiri stöðum á Reykjanesskaganum. Þetta mun endurtaka sig hvort sem það verður í okkar líftíð eða ekki. En þetta verður í framtíðin og þetta mun endurtaka sig að minnsta kosti 7-8 sinnum á næstu 200-300 árum. Og þannig við þurfum bara að fara að hugsa þessa vá og svona dálítið á lengri tímaskala og svona reyna að undirbúa okkur eins og best við getum til þess að reyna að takast á þetta því að meginmarkmiðið náttúrulega er að fara þá í aðgerðir sem að stuðla að því að það hafi sem minnst áhrif á daglegt líf fólks. Já. Má ég þá kannski spyrja þig pólitískra spurningar, hafa stjórnvöld og yfirvöld kannski ekki gefið þessu þann gaum sem þyrfti að þínu mati? Ég held að fólk allir sé að vakna. Þetta er kannski svona rétt að pólitíska svari. En við megum alveg gefa þessu meiri gaum. Og við megum alveg taka þessa meiri alvöru og ekki bara vera að binda okkur við viðbragð. Allt sem við höfum gert í kringu Grindavík og Svartsengi fram til þessa og það sem við erum að hugsa kannski að fara að gera í kringum þetta eldgos sem núna þá komið norður fyrir Vatnaskil og þá hugsa Reykjanesbrautina og Vogana. Þetta er viðbragð. Þetta er viðbragð við eitthvað sem er nú þegar gerst. Við þurfum líka að fara að hugsa þetta á miklu lengri tímaskala og vera undirbúin undir svona atburði í framtíðinni og miklu betur undirbúin heldur en núna vegna þess að alltaf þegar við förum í svona viðbragð að þá er verið að gera hlutina mjög hratt og það gefst lítið tími til þess að hugsa og kannski athuga hver eru bestu kostirnir og hvernig getum við gert þetta eins hagkvæmt fyrir samfélagi eins og hægt er án þess að valda kannski truflunum og annað á hlutum og líka hvað þurfum við að gera til þess að tryggja þá það að þessir atburðir sem getur hugsanlega orðið hér í framtíðin á Reykjanesskaganum að þeir hafi sem minnst áhrif ekki bara á Reykjanes fólk sem býr á Reykjanesskaga eða Stórvíkurgöngusvæðinu þetta er líka kannski um allt land og þá er ég nú að tala kannski aðgengi að Keflavíkurflugvelli því að okkar ferðamennska hún byggir á því að við getum viðhaldið aðgengi að Keflavíkurflugvelli. Heldur betur. En sem að sletti á engilsaxneskri tungu, þú myndir vilja sjá að við erum meira proaktív en reaktív í þessari hugsun og framkvæmd. En af því að þú nefnir Reykjanesbrautina og flugvöllin á Keflavík, segjum að nú sé hraun að renna yfir Reykjanesbrautina. Hvernig kemst ég í mitt flug? Fer ég þá Suðurstrandarveg eða hvað þetta heitir? Þá fer það alveg eftir því hversu auðvelt er að keyra í gegnum Grindavík. Já, og hversu öruggt menn telji að fara þangað og það getur líka alveg gerst í svona atburðum hefur gerst í fyrri umbrotum á Reykjaneska að hraun í sömu umbrotum flæddi til norðurs og suðurs. Og til sjávar sitt hvoru megin á skaganum. Og ef það gerist aftur, þá náttúrulega Suðurstrandarvegurinn farin líka. Og við getum alveg hugsað, við getum gert eins og við gerðum í Grindavík rutt malaveg yfir hrauntungur og látið fólk keyra en þá heitur hraununni yfir með einhverja svona ég er ekki vissum að færð kannski ekki, laðar kannski ekki að erlenda það verður virkilega aðlaðandi fyrir þá sem er að plana það að koma til landsins. Það er ekki víst. Ég held að væri miklu nær fyrir okkur að hugsa þetta svona í meiri varanlegri lausn. Já, en ég er að velta fyrir mér getur maður ekki ályktað þar sem að nú virðist hvorki
sígan í rísa, ef maður getur sagt sem svo. Þá held ég að sum okkar langi til þess að álykta að þýðir þetta ekki bara að nú bara setjum við punkt og þetta er bara hættið að búið. En þú ert ekki á þeim slóðan. Nei, þetta sé nú snemmt að draga þá ályktun. Það er mjög athyglisvert sem sagt þetta ferli, eins og það er núna. Sem sagt, eftir að gosið byrjaði þá hélt sigið áfram í töluverðan tíma og lengur núna heldur en síðast ef ég lesi þetta rétt. Og síðan var þetta svona að fletjast út og síðan kom smá ris og síðan datt það niður aftur og þetta virðist vera svona tiltölulega flatt eins og það er í augnablikinu. En náttúrulega veðurstöðu fólki Benni og þeir geta kannski svara betur fyrir það hvað þið telja þetta að vera en meðan að það er svona flatt að þá náttúrulega er vísbendingin sennilega þannig að það sé ekki kvika safnast fyrir í þetta grunna geymsluhól sem er undir Svartsengi og við verðum bara að bíða og sjá hvort að það ferli hefjist aftur eða jafnvel hvort það hefjist söfnun á kviku einhvers staðar annars staðar. Þetta getur þróast þannig að þessi gosrás sem er í gangi núna, hún bara haldist opin alla leið upp og sé bara beintengt við dýpra geymsluhólfið og kvikan sé bara koma bara beint upp. Ef svo er þá náttúrulega ættum við að sjá breytingu á samsetningu kvikunar, þannig að hún ætti þá að vera hærri magnesíum til dæmis og það er náttúrulega eina sem að hjálpar okkur þar var þá efnagreina sýni úr seinni fösum þessa gos og sjá hvort það hafa orðið svona breyting á samsetningu kvikunar. Ef það er ekki þá erum við ennþá að taka eitthvað úr þessu grynnra hólfi sem að væri þá mjög kannski óvenjulegt vegna þess að ef allar tölur standast að þá virðist við búin að tæma það hólf fyrir talsverðu tíma því að það var fyrir gosið þá var rétt rúmlega 20 milljónir rúmmetra og miðað það tölur sem ákom út að þá er rúmmál hraunsins orðið verulega meira heldur en þessi 20 miljón rúmmetrar sem því að það komi meiri kvika upp til yfirborðs heldur en hún var í grunna geymsluhólfinu sem er líka benda þá til þess að það sé þá eitthvað annað hólf að meira til sem er að leggja til þessa viðbúta kviku. Hvernig þetta liggur allt saman nákvæmlega er erfitt að segja til á kannski á þessum tímapunkti en ég held að möguleitin séu þessir að ef að kvikan heldur áfram að koma upp úr þessu dýpra geymsluhólfi, landris byrjar ekki í Svartsengi eða byrjar einhvers staðar annars stað þá erum við búið til nýtt svona grunnstætt geymsluhólf. Ef að það gerist ekki og þetta hættir þá náttúrulega er möguleikar á að þessi umbrot hætti en svo lengi sem að gosrásin helst opin og gosi heldur áfram að þá náttúrulega er svo möguleiki að við bara myndum þá bara stöðuga gosrás frá dýpra geymsluhólfinu upp í þetta grynnra og þá getur þetta haldið áfram í dágóðan tími viðbót því að það er svona ástandið þar niðri er allt öðruvísi heldur en ástandið var í þessu grunna geymsluhólfi. Kannski reyna að skýra það aðeins. Í þessu grunna geymsluhólfinu þá pumpuðum við inn ákveðnu magni og þegar við náðum ákveðnum punkti og þá vorum við konur á þolmörkum þaksins á því geymsluhólfi og þá brast þakið og kvikan kemur upp í eldgosi og síðan þú tæmir það hólf að þá hættir eldgosið og þá fer að fylla aftur í hólfið og endurtekur söguna. Þannig að þetta var svona eins og þú veist að fylla blöður og síðan tendurana, fylla blöður og tendurana. En ef þú ert komin í þetta stærra geymsluhólf og með beintengt við það að þá ertu með allt aðra stærð. Þetta hólfið svona það byrð 10 kílómetrar í þvermál og inniheldur kvikumagn sem er einhverjir 10 rúmkílómetra. Það er sem miklu meira kvikumagn. Við vorum að tala um 20 miljón rúmmetra
og 1 rúmkilometr 10⁹ rúmmetrar. Já, einmitt. Og eru þá 1000 sinnum stærri heldur en það sem er í þessu grunnahólfi þarna. Og þannig að það greinilega nóg af kviku sem að getur hugsanlega þá komið upp til yfirborðs. Og það ræðst náttúrulega þrýstingsástandinu sem er í þessu dýpra geymsluhólfi. Og hversu mikið yfirþrýstingur er í því og það stjórnar því hversu mikið að kviku getur komið þar upp og eins líka eins og gerðist í Fagradalsfjallseldum að sérstaklega í fyrsta gosinu sem að framleiðnin í því gosi var mjög lítil. Við erum að tala í upphafsfasa þessara gosa sem við erum búin að vera að horfa á Sundhnúkshrauninni, þá erum við að tala kannski bilinu svona 700 til 1000 rúmmetra á sekundu í upphafinu. Í Geldingadalagosinu 2021 þá byrjaði það bara í 4 rúmmetrum á sekundu. Já. Og sem það er tólið mikill munur á það. Heldur betur. Og það er svona, það greinilega ekki neitt svakalega mikill lífþrýstingur á kerfinu þar. Nei. Ekki með hvernig það hefur verið síðan. Það er svona, kannski samlíkingin þar er sem sagt, þú veist, ef þú ert með yfirþrýsta blöðru, að þá sem sagt, þú ert með aðeins yfirþrýsta blöðru og stakst pínlítið gat á hana. Og þá lekur náttúrulega loftið út og svipað hefur gerst í þessu stóra hólfi þegar að Geldingadalagosi fór í gang. Að þá var stungin bara pínlítil hóla á þetta stóru kvikugeymslu þarna niðri og kvikan bara lag út í rólegheitunum. Og hún náði að leka allavega til yfirborðs í eldgos sem stóð í 6 mánuði. Núna er sem sagt, við vorum að horfa sérstaklega kannski þessi fyrstu gosin þarna þegar við vorum að fylla þetta inn í Grynnra-geymslu, þá byrjuðu til mikinn yfirþrýsting. Og síðan skerðu bara á blöðruna og gusan kemur upp með miklu látum og miklu flæði. Þetta tæmist líka á 1, 2, 3 og þá voru gosin stutt. Síðan er spurning hvað gerist í þessum gosum eins og sem voru í maí í mars og maí og síðan núna í ágúst sem að vera standa lengur heldur en þetta er fyrstu gosin. Og það er rúmmáli á hrauninu líka töluvert meira heldur en rúmmáli sem að var í þessu grunna geymsluhólfi. Þannig það er eins og þetta hafi þróast þannig að við skárum gat á þessa mikið yfirþrýstu blöðru sem er Grynnra-hólfið, tæmdum hana mjög fljótt, en það hélt áfram að leka úr dýpra-hólfuna og við heldum þá gosinu í þennan tíma sem að þessi gos stóðu. Já, þannig að líkurnar á því að líkur á goslokum, þær eru mjög litlar. Eins og staðan er núna þá er ekkert sem að bendi til þess að þetta sé að fara að hætta. Því miður. En mér langar aðeins bara rétt til þess að taka það saman í lokin, Þorvaldur. Við erum að tala hér við Þorvald Þórðarson, eldfjallafræðing, svona það nýjasta sem jarðvísindamenn að velta fyrir sér, gagnvart Reykjaneseldunum. Svo það sé sagt, ekki síst nefni ég þetta fyrir útvarpshlustendur samstöðvarinnar. En við ræddum áðan að sko gasmengunin er sumpart meira áhyggjuefni úr þessu gosi heldur en fyrir gosum og þú lýsir áhyggjum þínum af Reykjanesbraut og Vogum. Ég hef ekki upplifað það svona í fréttaflutningi alveg undanfarið að það sé ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur. Hafa einhvern veginn breyst þessar áherslur með upplýsingagjöf eða er verið að halda okkur öllum svolítið svona aðeins og svölum kannski? Nú veit ég ekki sko, en miðað við það sem við höfum verið að horfa á og upplifa. Ég var nú bara á sunnudaginn á Stóru-Reykjavíkursvæðinu og þá fann maður alveg á bara bragði í munninum. Já, einmitt. Og sem þýðir það að þú ert komið brennisteinsmóðumengun. Þetta er ekki, þetta er satt brennisteinssýra sem er þarna. Og þó svo brennisteinssýra í tiltölulega litlu magni í stuttan tíma gerir ekki mikinn skaða. En ef við förum í
í gos sem að stendur lengi og við erum að endurtaka þessa atburði aftur og aftur, þá getur skaðinn fara að safnast upp, þá ertu náttúrulega berskjaldaði fyrir þessu kannski mjög langan tíma. Já. Og svona langvarandi áhrif í langan tíma, þau geta orðið til þess að fólk fari að missa heilsu. Já, þannig að þeir sem eru viðkomið fyrir þurfa mjög vel að passa á lokaða glugga og allt bara ekki sofa við opin glugga því þú veist ekki hvað getur gerst yfir nótt, allavega ekki meðan gos er í gangi. Einmitt. Og bara sem dæmi þá á stóru eyjun á Hawaii, þar var gos sem var kennt við Pu'u'o eða sem sagt eldkeiluna sem er í óinu á orðinu volcano þegar hún er á korti sko, þannig að hann kemur nú nafni til sko, Pu'u á Hawaii sko er keila og vísa bara í óið á en þetta gos stóð í 35 ár. Það var alls ekkit öflugt gos en var stöðugt og svona pumpaði alltaf út ákveðnu magni af brennisteinsdíoxíði sem síðan hvarf upp við andrúmsloftið og myndaði brennisteinssýruagnir sem að síðan bárust eftir vindum frá eldstöðunum og það eru miklu staðvindar á Hawaii þannig að þetta fór nú fyrst og fremst í vesturátt, eða svona fyrst í suðvestur og síðan upp með vesturströnd stóru eyjunnar og það er svæði sem heitir Kona og þar er þéttbýli sem er svona með þeim stærri á eyjunni og bara strax upp úr 2000 þá fórum við að taka eftir því að börn á þessu svæði voru oftar með astma heldur en annars staðar. Þetta að fara að hafa áhrif á sem sagt hvernig lungun voru að þroskast í börnum og hæsta tíðni á astma í Bandaríkjunum í dag er á þessu svæði. Og þetta telja menn vera beina afleiðingu af þessari stöðugu mengun sem að var þarna þá í þessi 35 ár. Hún er nú dregið úr núna því að gosið hætti sko. Og ég er ekki að segja að þetta sé að fara að gerast á þessu svæði en raun og veru samt sem var benda á að það er langvarandi ástand sem að svona mengun að hún getur valdið einhverjum sem sagt veikindi hjá fólki sérstaklega í öndunarfærum. Já, sko ég held að það sé ekkert launungamál að mörg okkar breyta ekkert hegðun okkar þótt þessi svifryksmengun, við bara förum okkar fram en sem sagt ef það koma meldingar mikla mengun, gasmengun vegna þessara eldsumbrota þá eigum við skilyrðislaust að taka það alvarlega. Já, ég fór til hennar móður mína sem býr í Garðabænum og sagði henni að loka öllum gluggum á sunnudaginn. Bara því að það er alltaf ein leiðin til þess að koma veg fyrir þetta, komast inn í hús og reyna að halda sig frá þessu. Alltaf þetta verður líka að setja upp grímur út í það farið. En við þurfum að fylgjast með þessu og við þurfum að ekki hunsa þetta. Nei. Og hvað vísindaheimin varðar, þá þurfum við líka að skoða þetta mjög vel, fylgjast mjög vel með og reyna líka átt okkur á hvaða áhrif þetta getur haft á heilsu fólks. Já. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur. Já, bara takk fyrir mig. Vona að áhorfendum og hlustendum hafi fundist þetta fróðlegt en við víkjum að öðrum sálmum. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.